Hvað meinum við þegar við segjum að sem mikilvægt að taka ábyrgð á eigin lífi? Gengur vel. Fjölbarlegt, ekkert að spæta. Svona. Segjum á bakspjallu. Já. Ljómt eftir. Já, þetta gengur vel hjá okkur í dag. Svona. Smá tæknivandamál. Smá tæknivandamál. Við erum búin að prófa ýmislegt. En hvaða dagur eru aftur í dag? 27. 8. Já, Merkur að hætta bakk í dag, þannig að það er kannski loka hnykkurinn af Merkur að bakka. Við skulum vona það að Já. þetta sé já. En við erum nefnilega alltaf að prófa nýtt, sko. Gengur það, stundum gengur það ekki. Það gekk ekki þetta skiptið. Þannig að það er spurning hvort að Merkur verði hættur að hafa áhrif á þetta hjá okkur næst. Við ætlum að tala um eitthvað skemmtilegt í dag. Já, við ætlum að tala Hvað við meinum þegar við segjum að það sé mikilvægt að taka ábyrgð á okkar eigin lífi. Já. Og spurningin var sem sagt, hvað meinum við þegar við segjum að það sé mikilvægt að taka ábyrgð á eigin lífi? Er hægt að taka ábyrgð á hlutverki annars fólks í okkar lífi? Og hvað erum við eiginlega að tala um? Við ætlum að vinda okkur í þetta eftir smá stund, en þetta kannski eins og áður að tala um bara það sem eru næstunni hjá okkur. En Alma er að fara að kenna englareiki námskeið, englareiki 3 og 4. Já, námskeið á morgun. Helgina. Og það er frábært að fá fólki sem hefur verið á englareiki 1 og 2 að koma og taka meistarstigið, kennarstigið líka. Ég hlakka rosa mikið til því þetta er alltaf bara æðisleg námskeið og ekki síður, ekki bara það að læra þessa nýju heilunaraðferðir sem eru sko gjörsamlega magnaðar og það er svo gaman að sjá svipinn á fólki þegar það bara já, þetta var geðveikt, en nú er þetta bæta við. Já. Og svo líka bara þessi sjálfsvinna. Já. Og svo er náttúrulega nýtt skólaár bara að rúlla á stað. Já. Byrjum á englareiki námskeiðinu og svo er námskeið þín persónuleg umbreyting að fara á stað ekki núna heldur, einmitt eftir rúmavikum. Mjög spenntar að fara á stað með nýjan hóp þar. Heimsljósahátíðin er 14. og 15. september, þannig að við áhuga andlegu málum takið frá þessa daga og mætið í Lágafellsskóla 14. og 15. september og í heilunarmessu í Lágafellskirkju á föstudagskvöldinu 13. Við sko mælum mjög með því að því það er svo ofboðslega fjölbreyttar kynningar. Það er alls konar fólk og fyrir okkur er þetta svona þetta er svona kynningabásar, andlegar meðferðir og alls konar fyrirlestrar, hugleiðslur. Þetta prófa meðferðir, hópheilun, það er bara alls konar í gangi þessa helgi sem við hvetjum ykkur til að taka þátt í. Englareiki fólkið okkar verður til dæmis með sérstofu og ýmsar fleiri meðferðir í boði og getið fylgst með dagskránni þróast inn á heimsljós.is, þannig að við hvetjum ykkur til að gera það. Já, ég held að sé alltaf verið að koma bara inn á síðuna, heyrðist mér. Já, gengur hratt og vel. Það var gott að setja saman dagskrá fyrir helgina og skipuleggja sig. Já, því það er nefnilega svo mikið í boði. Koma básinn til okkar, við verðum með bás frá skólanum og orkusteinum, við verðum að selja spilusteina og ýmislegt og að selja okkur sjálfur. Það er mikið að geta. Það hljómaði vel. En umræðefni dagsins. Hvað meinum við þegar við segjum að það sé mikilvægt að taka ábyrgð á eigin lífi? Og svo þessi skemmtilega spurning, sko, getum við tekið ábyrgð á einhverjum öðrum? Og stuttasvarið er bara, nei, getum við ekki. Getum ekki tekið ábyrgð á öðrum. Við sjálfsögum, til dæmis meðan við erum að ala upp börnin okkar og meðan við berum ábyrgð á þeim sem er þá til 18 ára aldur, stundum kannski aðeins lengur ef við erum kannski styðja þau gegnum nám eða einhvers konar erfiðleika eða eitthvað svoleiðis. En þegar til kastana kemur að þá ber hver og einn einstaklingur alltaf ábyrgð á sér. Og ef við erum búin að nesta börnin okkar út í lífið
eins vel og við mögulega getum, þá er það þeirra að glíma við þau verkefni sem koma upp. Og það er náttúrulega rosalega freistandi að grípa fram yfir hendurnar og fólki og alltaf bjarga. Við erum öll bara þannig, mjög mörg þannig gerð og alveg upp í meðvirkni. Hérna, Íslenskt þjóðfélag sé bara skaplega meðvirkt þjóðfélag upp til hópa. Algjörlega. Og hérna, mér finnst alltaf áhugavert að sjá þegar við erum með fókusinn mjög mikið á því að hvað aðrir eru að gera og hérna, hafa áhyggjur af því að aðrir séu áhyggjur af því hvað við erum að gera og allt þetta og ég er alltaf svo sannfærð það að fólk hafi ekki svona mikinn áhuga á lífi annarra en svo reynist það stundum meira þannig. En ég hugsa alltaf bara, ég verð bara að horfa á mig og hérna, við þurfum svolítið að bara skoða okkur og hvar okkar ábyrgð liggur. Já. Og líka þetta að við getum ekki tekið, og við eigum náttúrulega ekki að taka þroska af öðrum. Þroska þjófur vinsælt orð hér í skólanum. Og líka þetta að bara við getum ekki stjórnað öðrum. Nei. Hversu mikið sem okkur langar til þess að gera það? Já, við höfum svolítið verið að tala þessa stjórn. Þetta að reyna að hafa stjórn á öllum hlutum í lífinu, það einfaldlega ekki hægt. Nei. Þá erum við náttúrulega heldur ekki í flæði. Nei. Og við þurfum að skoða það virkilega hjá okkur ef við finnum svona þennan ótta við okkur hvað gerist ef við höfum ekki stjórnina. Að þetta fyrst og fremst byggt á okkar eigin ótta og okkar eigin óöryggi. Þetta hefur í raun afskaplega lítið með annað fólk að gera. Og ef við erum alltaf stanslaus á nálum yfir öðrum, að þá erum við leið að afhenda öðrum valdið yfir okkar lífi og okkar líðan. Og ég get bara nefnt dæmi, við tekum svona dæmi bara sem ég man eftir akkurat núna, það manneskja í mínu lífi sem nýkomin út mjög erfiðu sambandi, mjög erfiðu svona meðvirkni sambandi, sem að hún fór í eftir að vera nýkomin úr öðru sambandi sem var líka svoleiðis samband og hún vann ekkert í sér í millitíðinni eða neitt svoleiðis. Og núna í rauninni bara þetta rosalega mikið ræðan sem ég heyri alltaf núna hjá þessari manneskju hversu annað fólk vont við hana og hversu annað fólk að láta hana gera hitt og þetta. Lét mig langaði að fara á stað A á hoppjóli en hún lét mig fara á stað B í leigubíl. Það enginn sem lætur okkur gera eitt eða neitt. Og þarna erum við farin að nota annað fólk sem afsökun fyrir að taka ekki ábyrgð okkur sjálf. Við erum að láta annað fólk leiða okkur hingað og þangað og upplifum okkur sem gífurleg fórnarlömb og viljalaus og fórnarlömb og allir séu vondir við okkur. Þegar við í rauninni erum eina manneskjan sem vondir við okkur þessum aðstæðum. Þegar við leyfum þetta. Við gefum leyfið. Og þetta að gefa eftir þessa stjórn, gefa eftir þessa ábyrgð á því að við höfum alltaf val. Að það eitthvað sem við erum svolítið duglega oft að gefa eftir og sérstaklega kannski þegar við erum yngri og allt það. Að við áttum okkur á því, bara eins og þegar við klessum og veikin fræga, að það var alltaf okkar ábyrgð. Við stoppuðum ekki aðstæður eins og það voru. Við ákvarðanir sem fóru á móti gildunum okkar, á móti hjartan okkar, aftur og aftur. Og hluti sem við vissum að voru ekki skynsamlegir því við vorum drifnar áfram af einhverju þörf og einhverju kvöð sem við bjuggum sjálfar til í hausnum á okkur, að við yrðum og ættum og þyrftum og allt það. En við þurfum alltaf að muna það að við þurfum ekkert að gera neitt. Við veljum að gera hlutina eins og þeir eru. Og við erum svona sérstaklega fyrst mér kannski konur á okkar aldri og svolítið eldri að við upplifum okkur alltaf svolítið, gerum okkur svolítið ómissandi í lífi barna og barnabarna. Að vera alltaf til staðar, að segja alltaf já og svo koma þessar konur kannski, við hittum þar á förnum vegi, þær koma til okkar og þá mega þær ekki vera að því að sinna sjálfur sér að gera neitt af því sem þær eru búin að lofa sér að gera fyrir sig vegna þess að þær þurfa alltaf að vera með barnabörnin. Svona skyldugar til þess að gera hluti sem að þær vita að svíkja sjálfa sig í leiðinni. Við verðum náttúrulega að hjálpa, voðalega mikið sagt okkur. Við verðum náttúrulega að gera það. Sko, ég get tala reynslu fyrir ég líka amma. Og ég fæ alveg oft amviskubitt, sko, yfir því að finnast ég ekki vera mjög góð amma. En
í fyrsta lagi að sjálfsögðu í aðstæðum þar sem að eru veikindi eða það kemur eitthvað upp á sem að alvarlegt og við þurfum að stíga inn í það sem virkilega nauðsynlegt. Þá sjálfsagt að stíga inn í slíkar aðstæður og hjálpa til. En þegar börnin ykkar ákveða að taka þátt í maraþoni og vanta pössun meðan þau eru að æfa sig, þau eru að fara í eitthvað tómstundastarf og vanta pössun, eða þau ætla í frí þessa helgi og þurfa eitthvað til að hafa börnin, þau eru búin að ákveða eitthvað annað. Þið eru ekki skyldug til þess að sjá slíka hluti, alls ekki. Nei, við þurfum að taka þessa ábyrgð og fá að velja fyrir okkur sjálf, því að lífið okkar snýst að við tökum okkar lærdóm út, hver sá sem hann en að við fáum líka að blómstra sjálf og gera það sem okkur langar til og við tökum þessa ábyrgð að muna að við höfum alltaf val. Og það gildir allt, það gildir líka það hvernig við bregðumst við því sem að aðrir segja eða upplifa að því hvernig við erum. Og það sé líka, þó að við segjum einhvern tímann nei við því að hjálpa eða gera eitthvað fyrir aðra, þá þýðir það ekki að við elskum fólk ekki jafn mikið, heldur að við þurfum að taka tímann í að gera eitthvað fyrir okkur sjálf. Og við verðum að fá að gera það. Og stundum þurfum við bara að fylla okkar eigin tank áður en að við getum hjálpað öðrum. Og þarna, ef einhver verður fúll, eða ef einhver hefur skoðun á því hvernig við erum eða talar hvernig við erum, þá það bara allt í lagi. Það bara þeirra. Þau mega bregðast við. Ég meina bara eins og börnin okkar verða á reiði því að við segjum nei. Það allt í lagi. Við berum samt þessa ábyrgð á því að vera foreldrar, en við þurfum líka að bera ábyrgð á því að segja nei annars staðar, ekki bara við börnin okkar. Og fyrir mér þetta það að taka ábyrgð á eigin lífi, það fyrst og fremst að koma okkur út úr þessu fórnarlambshlutverki. Þessu hlutverki þar sem við upplifum okkur bara sem vanmáttu, að aðrir bara stjórni líf okkar og að þið verðið að vera til staðar í bara allt sem að gerast og helst að stjórnast þið líka. Ég hef alveg rætt áður oft á mörgum sinnum að minn stærsti ótti var einmitt hvað myndi gerast ef ég myndi sleppa tökunum og hætta að reyna að stjórna bæði börnunum mínum og manninum mínum og öllu vinasamböndum og öllu í kringum mig, hvað myndi gerast. Og það eina sem gerðist þegar ég sleppti stjórninni var mér leið betur. Það gerðist ekkert annað. Öllum leið betur, vegna þess að ég var ekki bara í einhverju stresskasti að reyna að stjórna öllum í meðvirkni og ótta. Leyfðir öðrum bara að fá sitt pláss og taka sínar ákvarðanir og lifa sínu lífi. Og við megum alveg líka þó eins og með börnin okkar, við viljum náttúrulega leiðbeina þeim og beina þeim í ákveðnar áttir hvað það varðar. Á mínu heimili regla númer 1, 2 og 3 að vera góð manneskja. En hvort að barnið ætla að læra þetta eða læra hitt eða gera svona eða hitt, ég sé svolítið umræðu núna á samfélagsmiðlunum, hvað gott að læra til að fá nógan pening, eins og þetta. Og við höfum náttúrulega báðar upplifað og þú sérstaklega hafandi langað að vera listamaður, að það var ekki praktískt. En hvað hægt að gera þegar við gerum það sem við elskum? Hvað nógur peningur? Já, akkúrat. Og hver segir að það verði ekki það sem við viljum og þurfum í kringum okkur, þó svo við tökum ekki þá leið sem að fólki í kringum okkur vill að við förum. Það enginn með ábyrgðina nema við. Já, og ég held líka að eftir því sem að við gefum öðrum meira vald í okkar lífi og sleppum ábyrgðinni sjálf, því náttúrulega eins og við höfum verið að tala það að stjórnast á öðru fólki fyrst og fremst þess að þú ert ekki að taka ábyrgð á sjálfum. Þú ert ekki að taka stjórnina í þínu eigin lífi og eftir því sem að við gerum meira af því að afhenda öðrum stjórnina, því meira byggjast upp þessi tilfinningar inn í okkur, þessi pirringur, þessi biturð, þessi svona vanmáttartilfinning og þessi eiginleiki okkar eða tilhneiging til að vorkenna sjálfum okkur ógurlega. Og leið og við stöndum okkur að því að vera farin að vorkenna okkur, þá þurfum við að fara að skoða málið og bara byrja, hverju þarf ég að breyta hér? Af hverju ég að vorkenna mér? Af hverju geri ég ekki bara eitthvað í málunum? Og ég veit við tölum þetta eins og þetta sé ekkert mál.
þú veist, auðvitað þarf maður að taka ákveðin skref og stundum verða þessi skref til þess að tímabundið verða einhvers konar smá erfiðleikar meðan allir að venjast því að maður að setja mörk og maður að breyta, en til lengri tíma þetta alltaf til góðs. Og líka bara ef það gerist þetta með að fólk hverfur úr okkar lífi að því líkar ekki mörkin sem við setjum, að þá það væntanlega fólk sem að ekki með okkar bestu hagsmuni í huga. Af því við verðum að fá að lifa okkar lífi. Og mér finnst sérstaklega áhugavert núna til dæmis að fylgjast með dóttur minni sem svolítið í þessu að finna út hvernig fólk vill hún hafa í sínu lífi. Vill hún fylgja eftir búlkrökkunum sem henni líður samt ekki alltaf vel með, eða vill hún eiga bara raunverulega góða vini sem henni líður vel með og leggja rækt við þeirra samband. Og ég vildi stundum óska að ég hefði, eins og ég sagði við Ölmu fyrr í dag, ég vildi óska að ég hefði haft þennan svona, ég veit ekki hvað sem maður segja metta, en að styrk til að setja mörk á hennar aldri eins og hún hefur. Ég var alveg, það var mér stærsti ótti á þessum aldri, einhver líka illa mig, það var bara, ég gat ekki hugsað til þess að gera eitthvað sem að fengi einhver til að vera kannski fúluna eða reiðandi mig. Og þetta held ég tilfinning sem mörg okkar taka bara með sér í fullorðinsárunum og eru ennþá þar. Að vil ekki særa, vil ekki meiða, en að vera tilbúin að særa með að sjálfa sig endalaust til þess að öðrum líði vel. Já, akkurat. Og við verðum að huga að því, hvernig líður okkur, hvað það sem okkur langar, hvað hjartað að kalla á, og það fyrst og fremst okkar ábyrgð að hlusta þar. Mín ábyrgð fyrst og fremst finnst mér að vera bara glöð og hamingjusöm í mínu lífi, hvað sem þarf til þess, og ég verð þá að standa og falla með þeim ákvörðunum sem ég tek, og það bara allt í lagi. Og við förum alls konar leiðir og við prófum alls konar hluti og ég held við séum oft alltaf hrædd við það að bara prófa og gera og hugsa kannski út frá því að við bætum þá í reynslubankann. Við prófum eitthvað nýtt og við höfum þá eitthvað líka eða kannski ekki og þá það bara allt í lagi. Þetta ekkert einhver mistök eða að við neitum börnunum okkar eða teljum vin okkar af því að prófa alls konar hluti eða skiptum vinnu eða flytja eða annað bara því að það eitthvað sem hendur okkur ekki. Men af hverju? Stundum þurfum við bara að stökkva og þetta allt, það einhvern veginn raðast allt svo upp á svo góðan og réttan hátt þegar við erum komin í þessa ábyrgð. Já, og við hættum einmitt að láta stjórnast af því hvað öðrum getur hugsanlega fundist það sem við segjum og gerum í lífinu. Þá erum við líka að sleppa ábyrgðinu og láta einhvern annan bera ábyrgð á okkur. Það líka bara svo mikið frelsi að taka ákvarðanir án þess að vera að hugsa hvað Jóni Gunnu eða mömmu og pappa myndi finnast. Já, og yfirleitt, allavega okkar reynsla svo bæði gegnum okkur sjálfar og gegnum fólki sem kemur í gegnum námskeiðin hjá okkur og breytir sínu lífi raunverulega. Og þetta alls konar svona vaxtarverkir með að það að gerast. En oftar en ekki kemur þá fólk sem í þeirra lífi til þeirra í ferlinu eða eftir ferlið og talar hversu mikill innblástur þeirra breytingar hafi verið fyrir viðkomandi einstakling til að byrja að breyta sjálf. Við megum ekki gleyma því líka með því að stíga fram sem góðar fyrirmyndir að þá erum við að hjálpa öðrum að öðlast frelsi til að gera það líka. Og þá sérstaklega börnum okkur og fólkinu í kringum okkur sem við þykjumst alltaf vera að bjarga og hjálpa með því að lifa ekki fyrir okkur sjálf. En besta fyrirmyndir sem við getum verið einmitt að lifa fyrir okkur sjálf, að fara eftir okkar eigin hjarta og breyta eftir því sem við viljum breyta. Við erum nefnilega ótrúlega sterkar fyrirmyndir fyrir yfirleitt miklu fleiri heldur en að við áttum okkur á því. Og bara orðin okkar og gjörðirnar okkar hafa áhrif á líf oft svo miklu fleiri en við getum ímyndað okkur. Og ég allavega eins og ég segi, þegar ég horfa á dóttur mín núna, þá ég alveg ofboðslega stolt yfir því að hafa gefið henni þetta veganesti. Að hún búin að fylgjast með mínum þroska og mínum breytingum og það veitir henni styrk og innblástur til á þessum aldri, hún ung, hún bara unglingur, svona að komast af unglingsskeiðinu, að hún hefur þá allavega styrkin og hefur fyrirmyndina og aðstoðina sem hún þarf, því hún getur alltaf að leita til mín líka, til þess að breyta eftir sínu hjarta. Og ég segi henni það oft í viku að ég vil bara hún sé glöð og henni líði vel og hún á að taka ákvarðanir
eftir því sem hennar hjarta segir til. Og sem getur verið flókið, náttúrulega þegar að maður svona er þessum aldri og pressan er kannski að fylgja straumnum svolítið meira heldur en Já. að fara á móti honum. En samt ótrúlega dýrmætt veganesti. Við klapp okkur á bakið. Já, mjög flott. Þetta að vekja allavega til umhugsunar Já. og styðja og styrkja aðra. Við getum gert það á fallegan og góðan hátt. En ég held allavega að stærsta breytingin í okkar lífi hafa orðið þegar við tókum ábyrgð á okkur sjálfum, hættum að láta vinnuveitendur bera ábyrgð á okkur, vinnufélaga, fjölskyldumeðlimi, vini, allt annað en okkur sjálf. Já. Og hættum bara stigum upp úr þessu fórnarlandshlutverki. Fórum bara að gera það sem er gaman. Já, og við vitum alveg hversu þreytandi er að fá Gunnu vinkonu í heimsókn sem talar, þú veist, ár eftir ár, yfir kaffibollanum, talar um sömu áskorunum og sömu hlutin og breytir alltaf neinu og situr alltaf föst í súpunni. Við vitum alveg hvað það er þreytandi að hlusta á. Við viljum ekki vera Gunnu vinkonu, sko. Nei. Við viljum það ekki. Nei, við erum bara hrapp í alveg. Við viljum vera yfir sjálfar. En er það ekki bara góð logo? Já, við erum ekki Gunnu vinkona. Já, við erum bara við sjálf. Já. Amen. Já. En við sjáumst aftur af vikuliðinni. Já, sjáumst af vikuliðinni og við hvetjum ykkur bara til að fylgjast með samfélagsmiðlunum okkar og vefsíðun okkar og það er að koma spennandi ný námskeið sem við setjum inn á seinna í haust. Þannig að við hlökkum til að kynna þau betur. Og ekkert bara spennandi, við erum með Englarík 1 og 2 í október. Já, fyrir þau sem að vilja kannski prófa. Já, það er frábær leið einmitt til þess að kynnast englunum betur. Taka fyrstu skrefin í heilun eða bæta við sig og svo bara gefa sér góða helgi til að læra sig. Við hlökkum til að vera með ykkur næsta viku. Þangað til í hjartanum. Já, takk.